byrja í kafla 7 í Nehemía og þar segir: þegar múrinn var byggður setti ég hurðirnar í og hliðvörðum og söngvurum og levítum var falið eftir litið. Ég skipaði Hanani bróður minn og Hananja yfirmann vígisins yfir Jerúsalem, því hann var svo áræðanlegur maður og guðhræddur og fáir voru hans líka. Og ég sagði við þá: ekki skal ljúka upp hliðum Jerúsalem fyrir sól komin hátt á loft, áður en verðirnir fara burt skal hurðunum lokað og slár settar fyrir. Og það skal setja verði af Jerúsalem búum hvern á sína varstöð og það hvern gegnt húsi sín. Og kann að skoða aðeins þessi vers en yfirskriftin þegar ég hugsaði þennan kafla, þá kom til mín vers úr Efesusbréfinu sem segir að 13, 6 og 13, Efesusbréfið 6 og 13. Það segir: takið því alvæpni Guðs til að þér geti veitt mótstöð á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Nú búið að reisa múrana og hvað gerir Nehemía? Það búið að vinna mikið verk og það búið að vinna mikinn sig. Þjóðirnar, við lásum það að þjóðirnar í kringum þá voru skelfdar yfir því að þetta verk hafði verið unnið á 52 dögum og múrarnir, sem sagt, ég fletti þessu upp, við vorum að tala daginn hvað múrinn hefði verið breiður, hann var 2,5 metrar á breidd og hann var 4018 metrar á lengd. Hann var 12 metra hár, þannig að þetta var ekkert smá mannvirki sem var reist á 52 dögum. Og sem sagt, óvinurinn var skelfdur og maður hefði haldið að Nehemía hefði sagt að nú væri bara gott að slaka aðeins á og hvíla sig, en nei, hann byrjar strax að gera áætlun. Hann byrjar að gera áætlun til þess að halda velli. Og ég hugsaði þetta vers og hugsaði það að það svo oft að við sjáum mikla sigra í kristinni kirkju, en hvað svo? Og við sjáum til dæmis íþróttamenn sem leggja mikið að sér á sig í mörg ár og þeir vinna mikla sigra. Síðan höfum við séð suma þeirra að síðari hluti lífs þeirra að hann í þrældómi, eiturlyfjaneyslu, alkohólisma eða hvað það Þeir halda ekki velli, en þeir vinna mikið þrekvirki og hér það að Nehemía, hann byrjar strax að gera áætlun að halda velli. Hann skipar hliðverði, sjáum við, og hliðvörður nafn eða orð sem við sjáum á mörgum stöðum í Biblíunni. Að þetta virðist hafa verið mjög mikilvæg staða og ábyrgðarstaða að gæta hliðana bæði í musterinu og í borgunum. Þetta var ábyrgðarstaða. Síðan skipaði hann söngvara og hann skipaði presta. Og þetta mjög hliðstætt því sem sagt við okkur í Efesusbréfinu að frá honum svo gjöf komin að sumir eru hirðar, postular, hirðar, spámenn, trúboðar og kennarar. Þannig að við sjáum hérna samsvörun í því sem að Nehemía að gera. Borgin eða múrarnir eru komnir upp og nú hann að gera áætlun lífið innan borgarveggjanna. Múrarnir í sjálfu sér var ekki tilgangurinn, heldur múrarnir voru gerðir svo að fólkið gæti lifað í frelsi og öryggi. Og það eins með kristna lífið að múrarnir í okkar lífi eru reistir til þess að við megum lifa helguðu lífi með honum. Og það svo mikilvægt að þegar við höfum komið á þann stað að við sjáum, við höfum unnið sigra, að
þá það að halda velli. Vegna þess að Páll postuli hann sagði, ég hefi varðveitt trúna, en hann talaði líka Demas sem elskaði heiminn meira og yfirgaf þjónustuna. Þannig að við sjáum í dag að það eru svo margir sem að yfirgefa þjónustuna, það eru svo margir sem að falla frá trúnni og það eru svo margir sem að í raun og veru halda ekki velli. Þeir hafa byrjað vel en þeir halda ekki velli. Og það er það sem að þessi kafli snýst að múrarnir höfðu verið endurreistir og sem sagt Guðs fólk var komið tilbaka frá Babýlon og nú að byrja nýtt líf í þessari borg. Og svo það hann skipar bróður sinn og þessi bróðir hans var maðurinn sem að í raun og veru færði honum fréttirnar í fyrsta kaflanum hvernig ástandið væri. Ef við lesum í fyrsta kaflanum að þá það bróðir hans, vers 2, Hanani, einn af bræðrum mínum, kom til mín og sagði honum fréttirnar frá Júda. Þannig hann skipar þennan mann og af hverju skipar hann þennan mann? Var það því að hann væri svo mikill söngvari eða var hann prestur? Nei. Það ekki sagt að hann hafi haft neinar sérstakar gjafir en hann var svo guðhræddur að fáir voru hans líkar. Hann var svo guðhræddur að fáir voru hans líkar og enska þýðingi segir, ef við bara tökum eiginleikans Hanani, hann var trúfastur, áreiðanlegur, guðhræddur, fáir voru hans líkar. Og við munum að í Matteus talað að gott þú góði og trúi þjóð. Ekki sagt gott þú góði og mikli postuli, þú mikli kraftaverkamaður. Nei, gott þú góði og trúi þjóð. Trúfestin það sem gildir. Að vera trúr með það sem Guð hefur gefið þér. Og hann var svo trúfastur að fáir voru hans líkar. Ég skrifaði hérna, af hverju voru fáir hans líkar? Af hverju getum við ekki haft marga hans líka? Af hverju getum við ekki haft marga trúfasta og áreiðanlega menn í dag sem við getum treyst? Af hverju vill fólk ekki vera trúfast? Af hverju vill það ekki vera áreiðanlegt? Af hverju viljum við ekki vera menn orða okkar? Af hverju viljum við ekki bara geta tekið í hendina á hver öðrum og sagt bara gert og svo það búið og við treystum því að málið leyst. Amen. Hann var trúr. Og þetta var maðurinn sem Nehemía setur yfir borgina. Nehemía, hann var áfram landstjóri yfir öllu svæðinu. Hann var undir konungi, en hann var landstjóri yfir svæðinu. En hér sjáum við Nehemía að það var ekki mál fyrir hann að vera allt í öllu. Hann setur þennan bróður sinn yfir. En svo ef við lesum áfram, þá sjáum við þessar áætlanir sem hann gerir að hann segir ekki skal ljúka upp hliðum Jerúsalem fyrir sól komin hátt á loft og áðurinn verðirnir fara burt skal hurðunum lokað, slá settar fyrir. Og það skal setja verði af Jerúsalem búum hver á sína varstöð og það hver gegn húsi sínu. Þannig að við sjáum að það voru hliðverðir sem voru svona yfir hliðunum. En svo núna sem sagt, nú þeir að hervæðast og þeir kalla fólkinn af Jerúsalem búum til þess að standa vörð á nóttinni hliðið. Þannig að þeir ætla að halda því sem þeir eru búin að ná. Þetta borg sem hafði verið töpuð þeim legið í rústum í 70 ár og nú búið að reisa múrana og þeir eru ákveðnir í að halda sínu frelsi. Þeir eru ennþá ákveðnir í dag, gyðingarnir vegna þess að öll Jerúsalem rammlega vígilt enn þann dag í dag. Allra landamæra gætt. Þannig að við í raun og veru sjáum sama ástand í dag og þá. Nema hér það borgin en landsvæðið var svona ennþá kannski ekki afgirt, en allavega að þeir setja þarna varðmenn og
Svo það að það á ekki að opna dyrnar fyrir að sólin komin á loft og áður en að sólin sest að þá koma hermennirnir og byrja að gæta hliðana. Og varðmenn eru settir á sína varðstöð og það hver gegn sínu húsi. Og mér finnst þetta bara alveg meiri háttar hérna hvernig allt þetta að borgin, hún hefur legið í eyði og nú byrjað að byggja. Og ef við lesum áfram þá segir borgin var víðáttumikil og stór en fátt fólk var í henni og engin nýbyggð hús. Og þá það að Guð minn, hann blés mér fyrir brjóst að safna saman tignamönnum, yfirmönnum og lýðnum til þess að láta taka manntal eftir ættum. Og svo segir hann, ég fann ættarskrá þeirra fyrst höfðu farið heim og þar fann ég ritað. Þessir eru þeir úr Skattlandinu heimfóru úr herleiðingar útleiðinni, þeir Nebúkadnesar Babelkonungur hafði herleitt og nú sneru þeir aftur til Jerúsalem, Júda og hver til sinnar borgar. Svo kemur hér næstu hérna alveg fram að versi 60 að þá upptalning af þeim sem komu heim úr herleiðingu. Þetta sami listin og í Esra-bók. Nákvæmlega, ef við lesum Esra annan kafla, þá þetta nákvæmlega sami listin og sömu niðurstöður sem við fáum. Og hann sem sagt byrjar að taka hér sem sagt manntal aftur eða gera það sem sagt með hliðsjón af því manntali sem hafði þegar verið tekið. Og múrarnir, eins og ég sagði, að ég er komin aðeins á undan mér. Ég ætla aðeins að bakka aftur af múrunum og mér langar að gefa ykkur vers hérna í Jesaja 62. kaflanum. Og Jesaja bókin, hún skiptist í svona 3 hluta. Það er sagt að hún sé skrifuð yfir á spannið 3 alda tímabil og þessir hérna síðasti hluti bókarinnar virðist vera skrifaður á sem sagt þessum dögum það bil sem múrarnir verið að reisa múra. Og 62. kafli 1. versið þá segir bara Jesaja fyrir anda Drottins: sökum Síónar get ég ekki þagað, sökum Jerúsalem get ég ekki kyrr verið, uns réttlæti hennar rennur upp sem ljómi og hjálpræði hennar sem brennandi blís. Sjáðu hérna að þrá Guðs að Jerúsalem rísi aftur. Hérna Jerúsalem í rúst og sem sagt að svo segir hann í versi 2: þá skulu þjóðirnar sjá réttlæti þitt og allir konungar veg sem þína. Og það var það sem við lásum í síðasta kafla, að þeir sáu að það var Guð sem var að starfa þegar að múrarnir voru reistir aftur. Svo lesum við hérna vers 6: ég skipa varðmenn yfir múra þína Jerúsalem, þeir skulu aldrei þegja, hvorki daga né nætur. Og það var einmitt það að það voru varðmenn á múrunum. Múrarnir voru, eins og ég sagði, 2,5 metra breiðir og varðmenninir gengu þarna En þessi ritning hefur í raun og veru 2-falda merkingu vegna þess að hún hefur líka andlega merkingu fyrir okkur að við erum varðmenn fyrir hina andlegu Jerúsalem í dag. Þarna voru þessi varðmenn sem voru skipaðir og voru á múrunum, en við kirkjan erum einnig varðmenn vegna þess að það segir þeir skulu aldrei þegja. Og þess vegna segir það að þessi kirkja, hún bænakirkja sem aldrei þegir. Við hrópum stöðulega til Guðs að miskunna þjóðinni, að gefa endurlíkuna tíma yfir þjóðina og ef að Guð hefur sagt að við eigum að gera það, að þá gerum við það. Við erum varðmenn. Það er mikið talað um varðmenn. Hann segir að varðmennin þeir sjá óvininn koma þegar enginn annar sér hann koma. Og það er ástæðan fyrir því að þeir eru varðmenn. Og það eru margir kristnir í dag að þeir sjá ekki úlfinn fyrir að þeir eru komnir upp í kjaftinn á honum, eins og ég svo oft sagt. En hirðirinn, hann sér úlfinn koma úr fjarlægð. Og þess vegna þurfum við varðmenn og við þurfum hirða.
Nehemía var hirðir. Hann var hirðir og við töluðum greininguna sem hann hafði síðast. Hann sá þegar aðrir sáu ekki. Hann sá í gegnum Tobía, hann sá í gegnum Sanballat. Hann sá þegar vinir hans sögðu að Tobía væri góður gæi, þá sá hann að hann var bara falskur og falsspámaður. Nehemía hafði andlega greiningu. Þannig en hér erum við sem sagt, nú búið að reisa múrana, fólkið komið inn í borgina og nú Nehemía, hann vill sem sagt byggja upp borgina. Þetta var höfuðborgin og þetta var borg Guðs. Og við segjum, borgin stór, fá hús, fátt fólk, en það sem Nehemía gerir, og við sjáum það í 11. kaflanum, ef við lesum vers 1, að hann í raun og veru kallar höfðingjana, hann segir, höfðingjalýsin settust að í Jerúsalem, en hinir af lýðnum vörpuðu hlutkesti til þess að flytja einn af hverjum 10 inn, að hann tæki sér bústað í Jerúsalem borginni helgu, en hinir 9/10 partarnir bjuggu í borgunum. Þannig 1/10 af þjóðinni var látin flytja til Jerúsalem til þess að í raun og veru styrkja borgina og hún yrði það sem hún ætti að vera. Og höfðingjarnir fóru á undan. Þeir voru fyrirmynd, þeir skuldbundu sig til að búa í Jerúsalem. Amen. Og síðan kemur þessi talning. Og í vers 6 þá segir þessir eru þeir úr skattlandinu heimfóru úr herleiðingunni. Mér finnst þetta frábært vers vegna þess að herleiðingin, þeir voru herleiddir til Babýlon og þetta í raun og veru Ísraelsmenn höfðu verið herleiddir til Assýríu. Þeir voru, við lesum það á undan að þeir höfðu verið herleiddir til Medíu og sem það ekki hluta Íran í dag eða það svæði og sem sagt, þetta Júda sem var herleiddur til Babýloníu og nú þeir búin að vera í Babýlon í 70 ár og ef þið lesið Daniels bók þá var Daniel einn af þeim sem fór að minna Guð á að nú væri herleiðingunni að ljúka, drottinn hvað ætlar að gera og sem sagt, hann biður í 9. kaflanum í Daniels bók getið þið lesið þetta. En þetta fólkið, frábært, þetta fólkið. Þetta fólkið sem gerði hvað? Þetta fólkið sem sneri aftur til Jerúsalem. Og sjáðu til, þeir voru búin að vera 70 ár, sem við segja 67 ár í Babýlon og þeir höfðu þjóna. Margir þeirra, ef við lesum vers 70 í þessum kafla, voru alveg bara flugríkir og það var örugglega bara gott að vera í Babýlon og það voru ekki allir sem vildu fara heim vegna þess að borgin var í rúst. Og þess vegna segir Nehemía og einn biblíuskýrandi sem ég var að lesa, hann segir að Guð vildi heiðra þetta fólk með því að setja nöfnin þeirra í biblíuna og að allir getur séð þetta voru trúarhetjurnar, þetta voru frumkvöðlarnir sem vildu endurreisa Jerúsalem aftur. Amen. Og ég að hugsa, Babýlon, það líka á mörgum stöðum talað gangið út úr Babýlon mitt fólk. En af hverju vill fólk vera í Babýlon? Af hverju vilja kristni vera í Babýlon? Það svo þægilegt. Það svo þægilegt. Þeir höfðu þjóna þarna, þeir áttu fullt af peningum og lífið var bara orðið nokkur gott. En það var bara eitt sem vantaði, það var enginn Guð. Þannig að við getum sagt, þetta fólkið sem leitaði Guðs. Þetta fólkið sem vildi leita Guðs. Og ég segi í dag, hvar fólkið sem vil leita Guðs? Hvar hinir kristnu sem vilja leita Guðs? Það talað að þetta hefur kannski bara verið, ég ætla kannski ekki alveg að fara út í það. Einn biblíuskýrandi segir að það hefur verið 2% af þeim sem fóru, en ég held að það sé ekki rétt hjá honum vegna þess að í annarri Krónikubók 24:14 þá sjáum við hversu margir í raun og voru herleiddir. Það voru fyrst 10.000, síðan 6.000. Þetta voru innan við 20.000 manns sem voru herleiddir til Babýloníu í fyrstu herleiðingunni. Síðan líður tími og maður sér aldrei að það sé mikill fjöldi sem fer. En allavega að þarna þeir sem koma aftur hérna, ef við förum í vers 66,
þá sjáum við að allur söfnuðurinn var til samans, þeir sem komu aftur frá Babýloníu hérna í sem sagt fyrstu endurkominni, 42.360, auk þræla og ambátta voru 7.337. Og það segir mér, ef að þeir höfðu þræla eða þjóna, orðið þræll þýtt annarkvort þræll eða þjónn sitt á hvað, og ef að þeir höfðu þræla eða þjóna, að þá í raun og veru voru þeir orðnir frjálsir í Babýloníu. Þó þeir hafi verið herleiknir, það eins og Japan tapaði í heimsstyrjöldinni, en Japan orðið frjálst land fyrir langa löngu á sinn hátt. Og þeir voru orðnir frjálsir hérna, þeir voru auðugir margir, og hvað áttu þeir að vera að fara aftur og snúa við í einhverja rústir, einhverja borg sem var margbrunnin, múrarnir í rústum, til hvers? Og margir kristnir segja, til hvers að þjóna Guði í dag? Ég meina, þetta tapað mál. Mörgum líður þannig að Babýloníu andinn sé orðinn svo sterkur í heiminum og við ráðum ekkert við henni og við eigum ekki að tala inn í kringumstæður. En Nehemía, við lásum það, hann fastaði og bað4 mánuði og síðan vannst verkið á 52 dögum. Og þegar Guðs kirkja tekur sig saman, byrjar að fasta og byrja, að þá gerist eitthvað í andaheiminum. Þá byrjar andaheimurinn að skjálfa, andaheimurinn byrjar að skekast, og vegna þess að þetta snýst ekki það að við berjumst við hold og blóð, þetta snýst það að við brjótum niður tignirnar og völdin sem hafa tekið vald yfir því bæjarfélagi, yfir því landi þar sem við búum. Við tökum valdið í andanum. Og það það sem þetta fólk vildi gera. Þetta var fólki sem leitaði Guðs, þeir sneru við og Guð setti nöfnin þeirra hér í þessa bók. En það líka aðrir, og ég að tala þá sem berjast og þá sem trúa. Í Malakí 3:16 að þá sjáum við að það líka annað fólk sem að Guð man eftir, og frammi fyrir augliti Guðs minnisbók. Og ég veit ekki, kannski Guð orðinn svo tæknimættur að hann sé með þetta á einhverjum fæl eða í skýinu. Það kannski alltaf verið í skýinu hjá hann, er það ekki? Nei, þetta lífsins bók. Þetta lífsins bók. Já, ég að grínast. Það minnisbók, hvernig sem hún þá þetta minnisbók sem skrifuð frammi fyrir augliti Guðs. Malakí 3:16. Og hverra nöfn þar? Jú, það allir þeir sem óttast drottinn og virða nafn hans. Þeir í þessari bók. Þannig að drottinn heldur skrá yfir þá sem óttast hann og virða nafn hans. Ég fannst það frábært þegar ég las þetta. Að þetta fólkið, og síðan þeir sem drottinn elskar af því að þeir óttast hann og virða nafn hans. Þannig að þeir sem komu tilbaka voru 42.360 og sem sagt við lesum í versi 70 að nokkur hluti ættarhöfðingjanna gaf til byggingarinnar, landstjórinn gaf í sjóðinn í gulli 1000 darika, 50 fórnarskálar, 530 þresserki, og sumir ættarhöfðingjanna gáfu í byggingarsjóðinn í gulli 20.000 darika. Þannig að þetta ég veit ekki hvernig þessi mynd var þarna, ég fann hann ekki, en þetta greinilega miklar upphæðir. Og það segir, þannig tóku prestarnir og levítarnir hliðverðnir og söngvararnir og nokkur af lýðinum, vers 73, og musteristjónarnir og allir Ísrael sér gólffestu í borgum sín. En 7. mánuðurinn kom, voru Ísraels menn í borgum sínum. Þeir sem sagt settust að í borgum sínum, þeir héldu velli. Mér finnst þetta svo frábært að okkur sagt að taka alvæpni Guðs til þess að halda velli þegar við höfum að öllu yfirunnið staðist allt. Hvernig segir versið? Þegar við höfum
Takið því alvafni Guðs þess að þér getur veitt mótstöðunum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Þegar þér hafið sigrað allt. Og það svona líka í þessum kafla athyglisvert að kannski að skoða. Þetta eru 40 eitthvað þúsund mann sem koma tilbaka. Sennilega hafa þeir fjölgað sér á þessum 70 árum, en þetta voru bara leifar einar af Ísrael vegna þess að þegar Davíð taldi Ísrael einhverjum árum á undan, að þá voru 1600.000 hermenn í Ísrael og 470.000 hermenn í Júda, og sem þýðir að þetta hafi verið kannski 4-5 milljónir manna, konur og börn, en hérna eru bara einungis leifar eftir af þessu mikla fjölda. Og Ísrael hafði verið herleiddur einhverjum árum á undan til Assyríu konungur réðst inn í Ísrael. Ríkið var skipt frá Salómon, það var Júda og það var Ísrael, og það var, við erum að tala Júda hérna í þessum kafla, ættkvísl Júda og Benjamins, sem var herleidd til Babýloníu. En boðskapurinn í þessu fyrir mig allavega sá að við viljum vera fólkið sem heldur velli, við viljum vera fólkið sem leitar Guðs í dag, við viljum vera fólkið sem segir, já Drottinn, ég vil koma út úr Babýlon og ég vil vera með í því að endurreisa aftur rústina. Ég vil vera með í því að endurreisa aftur kirkju þína, að hún megi vera öflug, hún megi vera sterk og hún megi vera stöðug.